dagskrá 4. lið sem umræða lóðamál. Fyrstur tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef ætla að taka til máls undir þessum lið þar sem að lóðamálin eru undir. Vonast náttúrulega eftir góðri umræðu þetta og að sumir sitji nú á strák sínum og reyni að taka þetta svona svolítið efnislega fyrir frekar en að vera með einhvern hávaða hér og uppþot. Ástæðan kannski er reyndar margvísleg. Lóðamál hafa verið talsvert til umræðu upp á síðkastið. Samtök atvinnulífsins til dæmis hafa tekið saman hvernig lóðaverð hefur verið að þróast frá árinu 2002 ef maður rétt og hafa bent á það hvernig lóðaverð sérstaklega árið 2007 rauk upp úr öllu valdi. Og samtök atvinnulífsins hafa sérstaklega bent á þá leið sem sveitarfélög hafa farið að fara í útboð á lóðum og hvað áhrif það hefur haft á lóðarverð hér á höfuðborgarsvæðinu og jafnframt að lóðarverð hér á svæðinu nemur nú 16% af byggingarkostnaði íbúða í fjölbýli og hafa þá hækkað 4% frá árinu 2001. Þetta hefur auðvitað margvíslegar afleiðingar og þar á meðal náttúrulega hefur þetta áhrif á verðbólguna. En það bent á fleira í þessu sambandi heldur en bara hátt lóðaverð sem snýr þá á okkur sem sitjum í stjórnum sveitarfélaga. Heldur einnig snýr þetta að byggingarreglugerðinni sem sett var hér á síðasta kjörtímabili ríkisstjórnar og þar sem samtök atvinnulífsins hafa bent á það að byggingarkostnaður hafi aukist 7,5% vegna þeirrar byggingarreglugerðar. Og við höfum auðvitað hér í Reykjavík bent á það að þessari reglugerð verður að breyta og það verið að breyta henni og þannig þegar verið breytt frá upprunalegu formi. En það auðvitað mikilvægt á öllum tímum en þó ekki síst núna þessa mundir að vera ekki að ýta undir aukinn byggingarkostnað ef á því ekki brýn nauðsyn og margir hafa bent á það að þarna sé gengið allt of langt. Ég vil benda borgarfulltrúum á það, hafi þeir ekki tekið eftir því, að á vef Reykjavíkurborgar, þar sem heitir nú lóðavefur Reykjavíkurborgar, þar sem sýnt hvaða lóðir eru til sölu við Reynisvatnsás, stendur svo fellt, tilboðsfrestur liðinn í lóðir sem sagt í Úlfarsárdal og Reynisvatnsás, tilboðsfrestur liðinn og lokað fyrir frekari sölu lóða í Úlfarsárdal og Reynisvatnsási þar til úrvinnslu tilboða lokið. Það sem kannski athyglisvert við þetta það að tilboðsfrestur í þessar lóðir sem þarna verið að nefna rann út 1. júlí árið 2013. Og þannig að hér hefur sem sagt liðið mjög langur tími frá því að útboðið var auglýst og þar til að því lokið og auðvitað þarf ákveðinn tíma til þess að ganga frá þeim tilboðum sem berast en ég vil benda á það á þessum sama tíma þá eru áhugasamir sem sagt þá eru áhugasömum bent á það eða verða að beina sínum áhuga á uppbyggingu til annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og þá það kannski helst sem við sjáum að auðveldasta aðkoman að slíku til dæmis hér í Mosfellsbæ, Hafnarfirði og í Kópavogi. Það sem allir sem hafa áhuga á því geta farið inn á vefið þessara sveitarfélaga og skoða hvað þar til sölu, hvaða lóðir þar hægt að nálgast, hversu mikið þær kosta og á hvaða kjörum hægt að kaupa þær. Það þarf ekki annað en bara að fara í gegnum netið til þess að klára slík kaup og þar nokkuð gott úrval, sérstaklega mikið úrval að mér virðist í Hafnarfirði og allþokkalegt úrval og ágætisbreytt í Kópavogi ef ég man rétt, ég ætla ekki að fara ofan í þetta í smáatriðum. En hér sem sagt þetta sem mætir þeim sem hefur áhuga á þessu sama. Þannig að við þurfum að taka okkur taki bersýnilega Reykjavíkurborg
og ég vil minna á það sem að við höfum oft sagt hér borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og það að fari menn í útboð lóða þá eiga slíkar lóðir að hafa í sér fólginn einhvern ákveðinn virðisauka. Það hafa sem sagt einhver þau gæði sem að aðrar lóðir sem eru til sölu hafa ekki. Það þetta nefna til dæmis útsýni eða eitthvað í þeim dúr eða kannski nálægð við útivistarsvæði og svo framvegis. Þannig að það sé eðlilegt að fyrir slíkar lóðir sé greitt meira heldur en aðrar lóðir sem eru til sölu. Þannig að þetta tvennt þarf að fara saman en það gerði það ekki hér. Og það eitthvað sem að ekki eins og það á að vera og við þurfum að endurskoða og mér skilst að nú sé ég að fara að leggja fram tillögu það að við setjum lóðir á sölulista og ég á eftir að sjá slíka tillögu en það ágætt. En lóðir þær sem að hér eru til sölu þessa mundir eru auðvitað orðnar frekar fáar og það sérstaklega þegar kemur að fjölbýlishúsum, þar sem einungis ein lóð fyrir fjölbýlishús núna með 5 íbúðum, þar sé að lítið fjölbýlishús til sölu. Það ekki þar með satt að þess ekki verið að byggja fjölbýlishús í Reykjavík, en það eru bara byggðar á öðrum stöðum og þá kannski horfum að til dæmis til Handbyðjureitsins, þar sem að verið að byggja þetta fjölbýlishús og á þessu svæði öllu saman. En það eru fjölbýlishús sem að byggður af einstaklingum sem hafa orðið að kaupa þær lóðir sem að fjölbýlishúsin eru byggð á og auðvitað verða þau að uppfylla svona ákveðna kröfur sem að gerðar eru til húsa sem að byggð eru á þessum byggðu þéttu svæðum í Reykjavík og það auðvitað við því að búast að slíkar íbúðir séu ekki á færi allra og að þær séu dýrari heldur en til dæmis fjölbýlishús sem að færi byggingu upp í Úlfarsárdal. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að við förum vel yfir þetta til þess að geta ekki bara uppfyllt óskir fárra, heldur auðvitað uppfyllt óskir allra sem vilja fara í uppbyggingu hér í Reykjavík. Nú þetta útboð sem ég var að nefna hérna áðan sem að hefur sem sagt þá tekið langan tíma í úrvinnslu og í því felst engin gagnrýni á það sem voru að vinna úr þessu útboði. Einungis það að það mín skoðun að á sama tíma hefði aðra lóðir átt að vera til sölu á þessum tíma en það veldur því engu að síður að það verður sem sagt stopp í þessum efnum hér í Reykjavíkurborg á meðan að úr þessu unnið. En það kemur fram í fréttum Ríkisútvarpsins hérna síðast seint eða svona síðastlið haustið sem í júlí að Reykjavík hafi selt lóðir fyrir 1 milljarð með þessum hætti. Nú, það nú bersýnilega ofmælt og sölu andvirði þeirra lóða sem að fóru í þessu útboði verulega lægri og það miður auðvitað og hérna mikilvægt að Reykjavíkurborg fái auðvitað sem mestar tekjur af sölu lóða en þó á sama tíma verður Reykjavíkurborg að gæta því að lóðaverð sé mjög stillt í hóf. Ég var til dæmis að horfa á samþykktir bæjarstjórnar Hafnarfjarðarbæjar sem að árinu 2012 lækkaði lóðarverð hjá sér og núna með nokkuð lægra lóðarverð heldur en hér í Reykjavík og ég held að það eitthvað sem umræða sem við verðum að taka. Það hvort að lóðaverð í Reykjavík sé ekki orðið hátt. Mín skoðun svo að svo sé. Mín skoðun svo að lóðaverð hefur verið að hækka og við höfum verið völd, Reykjavíkurborg hefur verið völd að því með sínum aðgerðum að lóðaverð hefur hækkað, útboðin hafa verið þess valdandi. Þetta gerðist auðvitað í tíð Erlistans þegar útboð lóða hófst í Grafarholti og síðan hefur þessu verið haldið áfram með þessum sama eða svipuðum hætti. Svona til samanburðar að þá þekktist það auðvitað áður að lóðir væru boðnar út, Stigahlíðin var boðin út, lóðir í Stigahlíð voru boðnar út á sínum tíma en sama leyti voru lóðir fáanlegar fyrir hvern sem vildi annar staðar í Reykjavík. Það sem sagt, það skoðun borgarstjórnar á þeim tíma að staðsetningin í Stigahlíð væri verðmæt og það væri eðlilegt að þeir sem væru þar að setjast að myndu borga meira fyrir það. Og það auðvitað sama við lóðir, að minnsta kosti flestar, sem að Reykjavíkurborg á og eru á þéttingareitum í miðborginni. Slíkar lóðir eru auðvitað dýrar
og á slíkum svæðum verður aldrei byggt öðruvísi en með meiri kostnaði til kostnaði og það tekur lengri tíma heldur en lóðir annar staðar eins og til dæmis í úthverfum borgarinnar. Ég þarf ekki að endurtaka það hér sem ég hef reyndar margt sagt áður að ég held að við eigum auðvitað að ganga í það að gera Úlfarsárdalinn að því svæði sem áhugavert íbúðahverfi, stækka það, nýta þá þjónustu og það stóðkerfi sem þar fyrir, nýta skólana og íþróttafélögin og annað það sem þarna Þetta yndislegu staður og guðsgræna náttúran allt í kring og rennandi falleg tær á rennur eftir dalnum. Þannig að þarna eiginlega allt sem að getur prýtt eitt hverfi snýr á móti suðri í góðu skjóli. En það ekki áhugi fyrir því hjá þessum meirihluta og það náttúrulega ósk mín að nýr meirihluti á næsta kjörtímabili endurskoði aðalskipulagið hvað þetta snertir og nýti fjármuni borgaranna betur og þétti byggð ekki bara vestan Snorrabrautar heldur líka annar staðar í borginni og þá auðvitað í Úlfarsárdalnum leið og þar með munu opnast mörg tækifæri fyrir marga til uppbyggingar hér í Reykjavík. Ég ætlaði að hafa þessa umræðu lóðir með nokkuð öðrum hætti. Ég ætlaði að leita eftir gögnum frá nágranna sveitarfélögunum en til þess vannst ekki tími vegna þess að byggingar fulltrúar bæði hér í Reykjavík og í nágranna sveitarfélögum ekki tilbúin með þær tölur sem ég að bíða eftir að fá samanburð á uppbyggingu í Reykjavík og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Ég tel það mjög mikilvægt að við hér í borgarstjórn fylgjumst að minnsta kosti vel með. Við getum svo lagt mat á það hvernig við viljum vinna úr þeim tölum sem okkur berast, en það allavega mjög mikilvægt að við fylgjumst vel með uppbyggingunni og hvernig hún að þróast og þá kannski ekki síst vegna þeirra vinnu sem verið að vinna í svæðisskipulagi. Þannig að við í svæðisskipulagsvinnunni höfum yfirsýn yfir það hvar uppbyggingin mest og hvort að hún öðruvísi heldur en að við hugðum hana vera. Mín tilfinning svo að uppbygging sé mun meiri í nágrannasveitarfélögum heldur en hér en ég ætla ekki að fullyrða það fyrr en ég fengi þær tölur sem ég held að styðji það. En þetta nú svona íbúðalóðir en það á sama við auðvitað atvinnulóðir. Hér í Reykjavík eru sárafáar atvinnulóðir og þær atvinnulóðir sem í boði eru í Hádegismóum og við Lambhagaveg eru örfáar, það eru svona nánast teljandi á fingrum annarra handar og þær eru mjög stórar og mjög dýrar. Þannig lóð, ef ég maður rétt, upp í Hádegismóum einhvers staðar tæpar 300 milljónir og þetta ekki nema færi mjög stóra fyrirtæki að standa í slíkri uppbyggingu. Og hér vantar sem sagt á alfarið lóðir fyrir fyrirtæki svona miðstærð eða jafnvel lítil fyrirtæki, sérstaklega iðnfyrirtæki og ég að benda á þetta vegna þess að samkvæmt aðalskipulaginu þá auðvitað eru margir af þeim þéttingarreitum sem við erum að horfa og vonast til að muni byggjast upp á næstu árum einmitt með slíkum fyrirtækjum. Það eru lítil og miðstór fyrirtæki, mörg í léttum iðnaði sem munu verða víkjandi á þessum svæðum og reitum og þá auðvitað einhverju ómöguleiki fólginn í því ef við gætum ekki að því og hugsum ekki fyrir því að þessi fyrirtæki hafi þá aðstöðu til uppbyggingar annars staðar. Við getum ekki ætlast til þess að einhverjir aðrir bara sinni þessu og okkur sjálfur sama hvað verður þetta. Það ekki þannig. Auðvitað verðum við að hafa slík svæði tilbúin og ég sé ekki slík svæði og slíkt framboð af lóðum ekki til staðar sem stendur og það eitt af því sem við þurfum að vinna í að klára. Þó aftur þýðir það ekki að það sé ekki uppbygging fyrir atvinnustarfsemi því að margar hliðar eru á þessum málum og uppbyggingu borgarinnar og þær tölur sem mér voru að berast uppbyggingu á hótel og gistihúsnæði eru hreint ótrúlegar og það má vera að þær hafi birst í fjölmiðlum, ég þekki það bara ekki en þannig að á árinu 2012 þá fóru 846 rúmmetrar í uppbyggingu fyrir hótel og gistiheimili, 846 rúmmetrar.
en á árinu 2013 voru það 71.123. Og þetta eru slíkar ótrúlegar tölur uppbyggingu í þessum geira að maður aðeins svona setur hljóðan smá stund og velti fyrir sig hvort að við sem að fara fram úr okkur. En það nú ekki okkar hlutverk að segja stopp og hingað ekki lengra, en við þurfum auðvitað að stýra uppbygginguna á þeim svæðin sem að við viljum að séu haldi áfram sínu yfirbragði. Nú á ýmsum árum hér áður var uppbyggingin meiri heldur en hún var árið 2012. Til dæmis árið 2005 fóru 27.500 fermetrar í uppbyggingu á hótelrými. Auðvitað eitt stórt hótel hefur mjög mikið að segja í þessu, en í þessum tölum, þegar við erum að horfa á 71.123 rúmmetra á síðastlunu ári, til dæmis ekki hóteluppbyggingin við Hörpu. Þannig að við mögum búast við því að á þessu ári þá munu þessar tölur líka vera mjög miklar. Þannig að þetta er ekki til þess að hafa áhyggjur af, en þetta er samt eitthvað sem við verum að fylgjast mjög vel með og vinna með þeim sem eru djarfir og hafa trú á ferðaþjónustunni á Íslandi og að hún sé ekki einhver stundarbóla heldur sé komin til að vera. Ég hef trú á því, ég allavega fullur vonar að svo sé og held að til þess að tryggja að við getum verið áfram í þessum geira svo stór sem við viljum vera, að þá auðvitað verðum við að ýta undir uppbyggingu af þessu tagi. Lóðamálin hafa á sér margar hliðar og við erum að fara að ræða lóðamálin á næstunni vegna þeirra tillagna sem að nú eru til meðferðar og skoðunar uppbyggingu sérstaklega þá á þéttingareitum í miðborginni, svokölluðu Reykjavíkurhúsum og það verður auðvitað fróðlegt að fylgjast með því hvernig það verður gert, en það er auðvitað margt mjög óráðið í þeim tillögum, margt sem að þarf að fara miklu betur ofan í og ég ætla ekki að gera það hér, það mun gefast tími til þess að fara yfir það, en það eru svona samt megin straumar komnir. Ég vil þá segja að þegar maður fer yfir svona þær tölur sem eru aðgengilegar kostnað, lóðarverðskostnað og hvernig lóðarverð hefur þróast, ekki bara hjá okkur heldur en hjá sveitarfélögum almennt, að þá ég þeirrar skoðunar að lóðarverð sé orðið of hátt og að Reykjavíkurborg verði að endurskoða sína stefnu, verðstefnu þegar kemur að byggingarétti og gatnagerðargjöldum. Ég veit það fyrir víst að við erum hér í Reykjavík með hærra lóðaverð heldur en í allavega 3 nærliggjandi sveitarfélögum. Ég hef bara ekki kynnt mér það alfarið, hvernig því háttað annars staðar, en í öllu falli það svo að okkar lóðaverð til dæmis hærra heldur en í Mosfellsbæ eða í Hafnarfirði og svona svipað í Kópavogi, en þó heldur sýnist mér svo að Kópavogur sé með aðeins lægra lóðaverð heldur en Reykjavíkurborg. Ég held að það sé sameiginlegt átak sveitarfélagana að endurskoða þetta með tilliti til þess hversu stór hluti af byggingarkostnaði lóðarverðið orðið. Það var ekki svona, það orðið það núna og bara við getum líka leyft okkur að segja með tilliti til samkeppnissjónarmiða að einhverju leyti, en þó ekki síst með tilliti til bara þeirra stöðu sem almennt á byggingamarkaði í dag og þá þeirra mjög svo erfiðu stöðu sem byggingamarkaði fyrir ungt fólk sem við erum auðvitað að tryggja að geti markað sér eða komið sér upp húsnæði, hafið þið áhuga á því eða þá að það verði minnstakosti séð svo til og hliðra til fyrir uppbyggingu á leiguhúsnæði, hvort heldur á almennu markaði eða fyrir þá sem að þurfa að fá aðstoð frá sveitarfélaginu með sína húsaleigur, að við þurfum auðvitað að leggja okkur fram við það að sjá til þess að slíkt geti þróast og að framboð verði af slíku, bæði á almennu markaði fyrir þá sem það kjósa, en einnig fyrir þá sem eru í félagslegu húsnæði eða þurfa með einhverjum hætti að fá aðstoð frá sveitarfélaginu til þess að leigja. Þetta er svona það sem ég ætlaði að segja þetta að sinni. Mér finnst að lóðamáli núna eru mjög til umfjöllunar
hjá sem sagt bæði iðnaðinum, samtökum iðnaðarins og samtökum atvinnulífsins. Það er þess vegna undarlegt ef að við létum sem ekkert væri svona verið að skoða þessi mál þessar myndir og sæjum ekki ástæðu til þess að fjalla þau. Við höfum fjallað þau vegna bara þeirra verkefna sem að snúa húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar en ekki svona með almennum hætti eins og ég er að vonast til þess að við getum gert. Þannig ég held að við komum til með að fjalla lóðamálin meira á næstunni og ég allavega mun leggja það til að svo verði og þannig að við getum fylgst vel með, tekið þátt í þeim breytingum sem að nauðsynlegar eru framundan. Já, þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir það að setja lóðamál á dagskrá. Það er hugtak sem var notað hér á árum áður þegar verið var að tala uppbyggingu. Þegar meginþungin í uppbyggingunni var uppbygging út á við, þannig að til þess að byggja nýtt að þá var lóðum úthlutað í útjaðrinum og síðan var byggt upp. Nú er myndin miklu fjölbreyttari eins og raunar kom fram hjá framsögumanni að það er ekki nema í sumum tilvikum sem að Reykjavíkurborg kemur á málum í gegnum lóðaúthlutanir. Jafn algengt eða algengara er að Reykjavíkurborg koma sem skipulagsvald þar sem verið er að taka gömul svæði til enduruppbyggingar, endurskipulagningar og þau ganga í endurnýjun lífdaga. Þannig verkefni eru mörg komin af stað og við höfum stundum nefnt hér svæðið í kringum Hlemm sem dæmi það. Það er rétt að á Hampiðurreit er að rísa 130 íbúðir. Það eru 230 væntanlegar á reitnum við hliðina á Einholti Þverholti og 97 íbúðir á vegum stúdenta í Brautarholti 7. Þannig að bara á þessu svæði 500 íbúðir að rísa og niðri í Mánatúni eru 175. Þannig að á Hlemm-svæðinu er gríðarleg uppbygging að fara af stað en bara í einu af þessum 4 tilvikum úthlutaði Reykjavíkurborg lóð og það er Brautarholti 7 þar sem við vorum að úthluta til stúdenta eða öllu heldur erum búin að gefa vilyrði en munum úthluta á næstunni formlega. Það verður væntanlega á þessum svokölluðu stúdentakjörum, gatnagerðargjöldum, enda er þar félagslega uppbygging að ræða. Framsögumaður fór aðeins í hringi þegar hann hélti fram í fyrra hluta ræðu sinnar að það hefði ekki verið nein ástæða fyrir því að bjóða út lóðir í Úlfarsárdal enda væri ekkert sérstakt við umhverfið þar í kring. Það væri ekkert þannig sérstakt að tilefni hefði verið til þess að bjóða út lóðirnar en í lok ræðu sinnar jós hann hins vegar dalinn sem rétt væri lofi fyrir aðstæður allar, umhverfi, suðurhlíðar og fegurð og ég var mun ánægður með seinni hlutann en þannig er það nú að staðir og staðsetningar eru mismunandi, jafnvel innan hvers og eins svæðis og þó að það hefði ekki komið til að þá var augljóst að það þurfti að nota einhvers konar nálgun að markaðsverði til þess að fá mynd af því hvert verðgildi lóðan í Úlfarsárdals væri og þá er útboð mjög hreinleg leið til þess. Þá keppa allir bara á opnum og frjálsum markaði. Niðurstaðan var svo að tilboðin sem bárust voru bara rétt yfir gatnagerðargjöldum, ekki mikið meira en það og dýrari eru lóðirnar því ekki miðað við niðurstöður úr þessu útboði og þess vegna er það rétt sem að borgarfulltrúinn greindi frá og framkom á síðasta fundi borgarráðs að fyrirhugað er að afgangur lóðanna í Úlfarsárdal sem eru fyrir íbúðir sem eru 160 talsins
verði boðnar til sölu samkvæmt ákvörðun borgarráðs á fimmtudaginn kemur og verðið á þeim tekur þá mið af því sem að fékkst í nýgengnu útboði. Og ef við myndum hins vegar takmarka umræðuna við þær lóðir að þá væri hún býsna skökk þegar uppbygging í Reykjavíkur annars vegar. Því að við erum auðvitað nýbúin að festa okkur ýmis svæði sem að koma til uppbyggingar og þetta eru þéttingarreitur í flestum tilvikum í samræmi við stefnu í aðalskipulagi. Ég vil nefna Keilugranda 1 þar sem við erum að ræða við Búseta og KR þróun á þeim reit. Ég vil nefna Vesturbugt þar sem nýbúið að samþykkja skipulag og hægt að fara í uppbyggingu á 130 íbúðum. Ég vil nefna Nýlendurreit þar sem urðu til nokkrar lóðir raunar á dögunum og síðan vil ég nefna Tryggvagötu 13, mjög spennandi reit sem líka í auglýsingu, deiliskipulagið. Við vorum að setja niður hóp sem á að fara yfir þær lóðir sem ríkið hefur haft yfir að ráða og hefur ekki nýtt af einhverjum ástæðum, Landhelgisgæslureitin, RÚV-reitin, Veðurstofureitin og hugsanlega fleiri reiti, til dæmis við hliðina á Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, sem að borgin vill núna fá til uppbyggingar í gegnum samninga eða það að ríkið afsali sér landi sem það ekki að nota. Það eru auðvitað ekki bara íbúðasvæði sem að ræða og mörg íbúðasvæði sem að fara í gang eru á svæðum sem að borgin hefur áður úthlutað eða eru í höndum einkaaðila. Til dæmis erum við að fara í skipulagssamkeppni með Háskóla Íslands að finna 350 til 400 eða svæði fyrir 350 til 400 íbúðir fyrir stúdenta á svæði háskólans. HR að vinna að hönnun á stúdendaíbúðum fyrir sitt svæði. Valsmenn að vinna að hönnun og raunar skipulagsbreytingu, deiliskipulagsbreytingu fyrir Hlíðarendasvæðið. Þannig á þessu svæði erum við að skapa uppbyggingamöguleika fyrir 1000 nýjar íbúðir og raunar rúmlega það, jafnvel 1250 til 1300. Við erum líka að ræða við ríkið svæði kringum gamla kennaraháskólann upp í Bólstaðarhlíð, þar sem við sjáum fyrir okkur að hægt væri að byggja bæði litlar og meðalstórar íbúðir og jafnvel einhverjar stúdentaíbúðir og þannig mætti áfram telja. Atvinnusvæðin eru líka í heilmikilli deiglu og þau eru ekki bara við Lambhagaveg eða í Hádegismóum. Við tryggðum okkur í gegnum samninga að lóðir sem áður voru hugsaðar fyrir Landspítalann, þar sé að 2 lóðir á Hlíðarendasvæðinu sem eru skilgreindar sem atvinnulóðir koma nú til ráðstöfunar Reykjavíkurborgar. Við tryggðum okkur líka í sömu samningum randbyggð meðfram uppbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut og keyptum eins og kunnugt BSI-reitin sem auðvitað mjög spennandi uppbyggingamöguleiki fyrir atvinnuhúsnæði. Á mörgum af þessum nýju reitum eins og til dæmis í Vesturbuktinni síðan gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði á jarðhæð og þá ógetið ýmissa lóða sem eru nær útjaðrinu. Stóru verkefnin á þessu sviði eru síðan á Vísindagarðasvæði Háskóla Íslands, þar sem Alvogen búið að hefja uppbyggingu á svæði Háskólans í Reykjavík og auðvitað á þessum blönduðu svæðum eins og í Elliðavoginum og víðar, þar sem að víða eru uppbyggingamöguleikar. Það er raun á annarri hverri blaðsíðu í nýja aðalskipulaginu en því flett sem að hægt að sjá spennandi reiti sem að hafa framtíðamöguleika eins og til dæmis meðfram Suðurlandsbraut. Sá þróunarás verður gríðarlega spennandi og í raun ástæða til þess að gera þetta sérstöku umfjöllunarefni hér á næstunni og ég mun óska eftir því að það verði tekin saman gögn það sem að borgarfulltrúinn var að nefna hér eins og
væntanlega uppbyggingu á sviði hótela. Kortlagningin frá því í haust var á þá leið að væru 1090 hótelherbergi á leiðinni í uppbyggingu í Reykjavík og það þarf að uppfæra þetta, athuga hvað raunverulega farið af stað, sem mér sýnist í fljótu bragði vera að minnstakosti öll þessi herbergi og hugsanlega eitthvað fleira sem í pípunum. En það líka mjög mikilvægt að hafa augun á íbúðamarkaðnum. Við munum á næstunni fá inn í borgarráð uppbyggingaráætlanir út frá húsnæðisstefnunni því að það þarf að setja mikinn kraft í uppbyggingu lítilla og meðalstóra íbúða en þetta skulum við ekki ræða einbert sem lóðamál. Þetta raun húsnæðismál, þetta uppbyggingi þá ferðaþjónustu, þetta atvinnumál og umræðum það hvernig við búum framtíðaratvinnulífinu vaxtarmöguleika. En síðan þetta líka umræða borgarþróun og hvernig við ætlum að forgangsraða þessum svæðum, en líka eins og borgarfulltrúinn kom inn á, hvernig gegnsæ verðlagning á þessum gæðum sem land og lóðir eru ef að því að skipta. Það var komin býsna mikil sátt það á síðasta kjörtímabili og var lögð fram stefnumótun og reglur það allstaðar í gróinni byggð þar sem verið að úthluta lóðum að þar yrði farin útboðsleiðin eins og til dæmis var gert við Sléttuveg. En það var farið í alls konar æfingar, til dæmis í Úlfarsárdalnum, með föstum verðum og viðbótargreiðslum sem margar fjölskyldur hafa auðvitað lent í miklum vandræðum með. Og ég veit ekki hvort við hefum selt nokkra einustu lóð ef við hefum haldið okkur til dæmis við þau verð og þá skilmála sem að þá voru settir upp til þess að girða fyrir það að fólk myndi græða á lóðum heldur yrða byggja á þeim sjálft. En eftir hrunið þá lentu svo margir í vandræðum að ókostir slíkra reglna urðu mjög augljósir. Síðan er það auðvitað hitt að gatnagerðargjöld eru til þess að standa undir innviðafjárfestingu sveitarfélaga sem að fylgja nýrri uppbyggingu. Þannig leið að við erum farin að gefa verulegan afslátt af því gatnagerðargjald er í raun skattur að þá vakna einfaldlega spurningar hvort við séum að borga með. Og það er alveg hárrétt hjá borgarfulltrúunum og þar geta vaknað ýmis samkeppnissjónarmið og svo framvegis. Og að þessu erum við öll að hyggja í tengslu við húsnæðisstefnuna með erindi sem við sendum ESA til að kynna þeim okkar áform og þarna er í raun áhrif þess sem við gerum á allan húsnæðismarkaðinn undir. En til að botna, það er gríðarlegt uppbyggingartímabil hafið í Reykjavík. Það er kraftur að færast í íbúðabyggingar og við ætlum að beita okkur í því að það rísi sem flestar litlar og meðalstórar íbúðir á næstu 3-5 árum í Reykjavík. Verði farið í gang með 2500 til 3000 en það verða líka miklu möguleika fyrir atvinnulífið og við eigum atvinnulóðir á mjög spennandi stöðum og eigum að taka þessa umræðu hér áfram og ég ítreka það að ég mun gera mitt til þess að láta taka saman yfirlit yfir þá hluti sem hér voru nefndir. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar. Já. Þá verður gott að sjá það svolítið. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Degi B. Eggertssyni fyrir að koma hér upp og fara yfir lóðamálin. Ég ætla kannski bara helst að leiðrétta það ef einhver misskilningur hefur verið á ferð eða hann skilið orð mín með þeim hætti að Úlfarsárdalur væri ekki spennandi staður til að vera á og hafi ekki sérstakt gildi. Ég held ég hafi sagt það mjög skýrt að hann hefur mikið gildi. Þetta er einstakt byggingarland sem auðvitað á að nýta miklu betur. Og ef ég hef sagt það í fyrrihluta ræðumennar eins og borgarfulltrúinn sagði eða hagað orðum mínum þannig að það mætti misskiljast með einhverjum hætti þá minnskosti leiðrétti það mjög ákveðið hér og nú. Og þá vil ég segja við borgarfulltrúann að ég held hann hafi ekki alveg þá skilið orð mín heldur hvað varðar útboðsleiðina
að vissulega Úlfarsárdalur góður staður til að búa á, en þar eru margar mjög sambærilegar lóðir. Það er að segja lóðirnar eru þarna einbýlishúsa, raðhúsa og fjölbýlishúsalóðir eru margar hverja mjög sambærilegar. Og þess vegna það mikilvægt þegar farið af stað með svona útboð að það sé framboð af lóðum annar staðar með öðrum hætti. Ef að lóðaskortur ríkjandi, þá útboðsleiðin mjög illfær, því þá mun hún auðvitað leiða til þess að verð sem koma út úr útboðinu verða hærri heldur en þau ættu að vera með undir venjulegum kringumstæðum, og þar af leiðandi erum við að hleypa af stað verðlagsþróun sem að ég held að ekkert okkar hefur áhuga á því að standa að. Þess vegna held ég að útboðið í Úlfarsárdal hefði mátt hugsa með öðrum hætti og ítreka það að fara varlega í þá vegferð. Gatnagerðargjöld geta auðvitað verið með ýmsum hætti og auðvitað það ákveðin kostnaður sveitarfélagsins sem verður að fá tilbaka með álagningu gatnagerðargjalda, og þau hafa verið reiknuð út með tilliti til uppbyggingkostnaðar borið saman við þær tekjur sem að sveitarfélagi fær af gatnagerðargjöldum. En það verður að líta til ýmissa þátta í þessum efnum. Þarna ekki verið að selja land, það verið að leigja land. Þannig að leigutakinn, það sé lóðar hafi, greiðir til borgarna til fjölmargra ára í framhald af því, og auðvitað líka verður að líta til þess að útsvarsgreiðendur eru þá að flytja til borgarinnar, en útsvarsgreiðendur hafa verið að flytja frá borginni, eða Reykjavíkurborg hefur ekki byggst upp með sama hætti og nágrannar sveitarfélög, og tekjur borgarinnar hafa minnkað sem því nemur. Margt af því sem að borgarfulltrúinn nefndi hér eru reitir sem að sátu eftir þegar að á okkur skalla sem að skalla á okkur árið 2008, og eru auðvitað eðlilegt að haldið sé áfram með, en það þarf jafnframt að huga að uppbyggingum með öðrum hætti og á það hefur skort. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að veita andsvar, og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar að byrja á því að þakka kærlega fyrir þessar umræður sem ég hef verið að hlusta hér á. Ég held að þær eru bæði mjög áhugaverðar og mjög mikilvægar. Við erum auðvitað þurfum að ræða þetta, ekki síst vegna þess að nú ætlum við okkur öll hér stóran hluti því að koma til móts við það neyðarástand sem hefur skapast á húsnæðismarkaði. Og þá eru það lóðamálin og lóðirnar sem eru snertiflutur okkar við þetta vandamál. Við þurfum að úthluta lóðum og við þurfum að gera það vel og við þurfum að gæta okkar mjög mikið. Við verðum að ræða þetta algjörlega niður í grunninn áður en tekin verður ákvörðun eitt eða neitt. Og mér finnst það aðeins hafa vantað til dæmis í þeirri vinnu sem við áttum í sambandi við húsnæðismál og svona mér finnst eiginlega vanta inn í þessar húsnæðistillögur sem að sá hópur í rauninni leiti af sér. En það er alveg skýrt að það er vilji til þess að halda áfram að veita afslátt af gjöldum, til dæmis gatnagerðargjöldum eða byggingargjöldum til þeirra sem að þurfa félagslega aðstoð. Ég held að það sé að við getum verið nokkurn veginn algjörlega sammála um það, og jafnvel verið að tala um þar eitthvað stóran hluta í afslátt, jafnvel 25% af verðinu inn í einhverja sjóði, og þetta auðvitað verið að ræða í þessum húsnæðistillögum sem núna hefur verið búið að setja í nefnd, en svo sem ekkert, það er engar lausnir í sjónmáli. Þannig að þær tillögur sem settar hafa verið fram eru einhvern veginn mjög mikið í lausu lofti, og áður en við ræðum þessi mál held ég að sé ekki hægt að tala um að hér sé komin einhver lausn. Alls ekki. Það sem að þarf auðvitað að gera er að gæta þess að við séum algjörlega ekki að skekkja samkeppnismarkað.
Við verðum að fara mjög ítarlega yfir hvað til dæmis Samkeppniseftirlitið hefur verið að fjalla í sambandi við lóðaúthlutun eða úthlutun gæða eins og kom hérna fram áðan. En það er algjörlega ljóst að við verðum að vera alveg viss það að við bæði, ef við ætlum að fara að í rauninni reyna að koma til móts við fólk þannig að það sé hægt að byggja ódýrara húsnæði með því að veita afslátt af verðmætunum sem borgin á, þá verðum við algjörlega að tryggja það að við séum ekki að hafa hamlandi áhrif á samkeppni, á þá samkeppnisaðila sem eru í samkeppni við okkur, ef þið skiljið hvað ég meina. Því það er alltaf tveir teningar, við erum bæði aðilar á samkeppnismarkaði, því aðrir eru líka að bjóða húsnæði, ekki bara við og lóðir, og við megum ekki vaða inn á þennan markað á þess að vita hvað áhrif það hefur. Og mér finnst það ekki liggja skýrt fyrir. Ég held að það verði að fjalla þetta miklu meira en gert hefur verið og vonandi kemur það einhverju leyti út úr þeim starfshópum sem að núna vonandi eru farnir af stað. En það hefur auðvitað, og eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill var að segja hér áðan og svo sem borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom líka inn á, þá hefur kannski verði núna verið, við höfum annarkvort verið í útboðum eða þá að festa verðið, en leið og það hefur nýverið þannig að verðið er einhvern veginn hærra en gatnagerðargjöld. Þá verðum við að gæta okkur að fara þá ekki undirbjóða það og skekkja markaðinn, koma einhverjum aðilum sem áður keypt af okkur verðmæti, einhvern veginn koma aftan að þeim. Mér finnst að þetta verði vera algjörlega á hreinu og líka þeirra sem eru bara nú að byggja hinum á þessum reitum. Og mér finnst svolítið fjárglega að talað að það eigi að byggja hér upp 3000 íbúðir, leiguíbúðir, í gegnum sjóði, einhverja leigufélög, á meðan í rauninni liggur, það eina sem liggur alveg klárlega fyrir er að þessi leigufélög hafa engar forsendur. Það hafa engar fjárhagslega forsendur. Þau verða ekki arðbær nema við greiðum þau niður. Og leið og við erum fara að greiða þau niður, þá erum við fara að tala einhvern afslátt á lóðaverði. Og þá erum við komin að kjarnamálsins. Hverjir á að fá að njóta þess? Erum við ekki að mismuna íbúðum? Og hvernig gerum við það ekki? Mér finnst vanta alveg heilmikið inn í nákvæmlega umræður þetta. Og ég kalla eftir því að við ræðum það hér. Og jafnvel inn í borgarráði eða á þeim stöðum þar sem það skiptir máli, vonandi gera fólk það líka inn í þessum hópum sem nú þegar eru teknir til starfa. Mér langar bara aðeins að lesa hérna því mér fannst þetta sérlega mikilvægt þegar ég var að lesa hérna upp úr, hvað heitir þetta nú? Upp úr pjesa hérna frá Samkeppniseftirlitinu skipulag lóðaúthlutanir og samkeppni og þá er hér vísað í álit umboðsmanns og segir sem svo þá með leyfi forseta. Þá má hér til viðbótarnefna, hann er að tala hérna úthlutun að þegar sveitarfélag ráðstafar eignum sínum eða öðrum verðmætum á almennum markaði verður að mínu mati, segir umboðsmaður, jafnframt að horfa til þess vegna sjónarmiða sem meðal annars koma fram í samkeppnislögum að slík ráðstöfun raski ekki samkeppnishagsmunum. Skiptir þar bæði máli að líta til þess hvort úthlutun gæðanna veiti þeim sem við þeim tekur óréttmætt samkeppnisforskot á aðra sem er í sambærilegri stöðu og ekki síður að horfa til þeirra aðila sem kunna lenda í samkeppni við sveitarfélagið ráðstöfun sambærilegra verðmæta. Mér finnst svolítið að þessi vinkill hafi algjörlega orðið úti í umræðinni. Heldur sér menn farnir að lofa að þeir geti verið að fara að leysa vandræði á leigumarkaði án þess að skoða í kjölinn hvað við erum að tala Og ég kalla eftir meiru umræðu þessi mál og hreinlega bara stefnu meirihlutans í lóðaúthlutun eða hvernig menn ætlar að fara í að verðleggja þessi verðmæti. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu
Hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að komast á mælendaskrá? Nei. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að grípa inn í þessa ágætu umræðu húsnæðismál og lóðarúthlutanir. Þetta er náttúrulega mjög flókið mál eins og komið hefur hér fram. Það er vissulega eitt af verkefnum sveitarfélagsins að úthluta lóðum, en það er hins vegar mjög erfitt að gera það án þess að taka mið af markaðnum. Og við þekkjum mörg dæmi þess úr sögu Íslands og Reykjavíkur jafnvel að lóðum úthlutað á gatnagerðargjöldum eða úthlutað að föstu verði og með þeim tilgangi að lækka íbúðarkostnað, en staðreyndin hefur verið sú að þær verða fljótlega skiptimynt í fjármála vafstri og íbúðarverð lækkar ekki neitt. Gróðin er tekin út einhvers staðar á leiðinni áður en íbúðin verður seld. Og þannig að það er alls ekki samasemmerki milli þess að sveitarfélagið útvegi ódýrar lóðir og að við munum þar með lækka húsnæðiskostnað. Það eru rosalega margar aðrar breytur sem að þar koma inn í og húsnæðisverð hefur alltaf tilhneigingu til þess að fylgja markaðsverði, þó að sveitarfélagið reyni að hafa áhrif á þetta fyrir sitt leyti. Þannig að eina leiðin sem að maður sér til þess að hindra svokallað lóðabrask beint frá úthlutun er að það sé komið markaðsverð á lóðina við úthlutun. Aðrar leiðir, eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir benti á, að hafa verið ræddar, eru vissulega erfiðar og ég sé ekki annað heldur en að það yrði að vera einhvers konar fyrirkomulag sem fer ekki beint inn á frjálsa markaðinn, einhvers konar non-profit, einhvers konar system, því að hitt er að við erum með gríðarlega stóran hóp af ungu fólki sem kemst ekki í húsnæði. Og við getum alveg sagt að markaðurinn er að ráða þessu, en markaðurinn hefur ekki ráðið við þetta. Og það er ekki í augsýn að markaðurinn muni bregðast við þessum hópi. Markaðurinn muni vissulega bregðast við hópnum sem er að minnka við sig, sem á eignir og getur selt og keypt, en markaðurinn mun ekki bráð, að mínu mati, bregðast við þeirri neyð sem er á yngstu kynslóðinni sem vill kaupa sér húsnæði og þarf að komast í heimili og komast úr foreldrahúsum. Þannig að vissulega er þetta flókið og ég held að umræðan er í gangi og ég fagna henni. En það þarf að grípa inn í, að mínu mati. Það er ekki hægt að treysta markaðnum á þessu stigi fyrir því að koma húsnæði yfir okkar ungu kynslóð. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarstjórn. Já, ég held að þetta er einmitt málið eins og kom hérna fram. Markaðurinn hafa ekki byggst hér upp stóri flekar af leiguhúsnæði, allavega núna algjört neyðarástand og auðvitað þurfa að bregðast við. Þar eru við alls sammála. Hins vegar þegar við tölum að markaðurinn hafi ekki gert það, þá eru auðvitað til margar leiðir til þess að hvetja til þess að eitthvað gerist. Og ég tel að sú leið sem að valin var hér af húsnæðishópi daginn og kynnt sé röng í grunninn. Ég tel að þar sé verið að fara með verðmæti og afhenda þeim ákveðnum hópum, eða það liggur svona í loftinu vegna þess að þetta er auðvitað ekki alveg afgreitt mál. Þetta er ennþá inn í nefndum og inn í starfi sem ég
vona auðvitað að skila ykkur öðru en því sem er sýnist vera lagt upp með eða má svona lesa út úr tillögunum, þær eru mjög óskýrar. Og það að það eru ekki þetta einhvern veginn, við gætum gert þetta miklu betur með því að til dæmis hafa þetta almennar aðgerðir, ekki binda þær svona ákveðnum hópi. Og ég held að það sé ekki rétt að við þurfum að fara einmitt í þessu hópamyndun, heldur getum við haft þetta almennt, við gætum búið til hvata, bara farið almennar leiðir að málinu en ekki vera að kalla til félög sem að munu útluta einhvern veginn íbúðunum til ákveðina hópa með jafnvel ósanngjörnum hætti. En af hverju ætti það fólk að búa í niðurgreiddu húsnæði en ekki einhverju aðrir? Við þurfum að vanda okkur verulega og mér finnst við ekki vera búin að því. En ég þakka kærlega fyrir umræðuna. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Það var ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 5.